gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að ræða aðeins pólitík. Þið hafið ekki farið fram hjá ykkur að sjónarhornið á það sem hefur verið að gerast á Alþingi undanfarið mjög mismunandi eftir því hver mælir. Lýðræði bannað ef Sjálfstæðisflokkurinn ekki í ríkisstjórn? Spurði Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar og fyrrum blaðamaður í pistli á Vísi í morgun, og við vitum öll til hvers hann að vísa. Hann að vísa til þess hvernig stjórnarandstaðan hefur reynt að tefja framgang mála og tala þau niður af sumpart meira offorsi heldur en svona gengur og gerist síðustu vikur. En á sama tíma, og þetta sjónarhorn Þórðar Snæs, þá segir systir Sigmundur Davíðs, Nanna Margrét þingkona, að Miðflokkurinn hafi lofað að berjast gegn bókun 35, svo við sérstaklega nefnum það, og henni finnst að barátta Miðflokksins hafi skilað áfangasigri með því að það mál hafi nú verið tekið á dagskrá á Alþingi eftir að þingmenn Miðflokksins höfðu flutt hátt í 300 ræður málið. Það munar Miðflokkinn, segir Nanna Margrét, og við erum kannski ekki alveg viss það hvar við eigum að standa í mati okkar eða skoðun eða áliti á þeim þingdögum sem hafa verið undanfarið. Og þá nú ágætt að fá hann Óla Harðar, prófessor emeritus í stjórnmálafræði, til þess að reyna að greiða úr flækjunum. Vertu velkomin til okkar. Takk. Getum við sagt að bæði Þórður Snær og Nanna Margrét hafi rétt fyrir sér í einhverjum skilningi? Já, það má kannski segja það. Við höfum náttúrulega verið að upplifa augljóslega málþóf það nú oft erfitt að vita nákvæmlega hvenær komið út í málþóf og hvenær ekki, en mér sýnist algjörlega augljóst að varðandi umræðurnar bókun 35 sem hún Nanna að tala að það svona dæmigert málþóf, þar sem að menn tala klukkutímum saman, segja meira og minna það sama, öll sjónarmið eru löngu komin fram, og ef ég hef tekið rétt eftir þá var heitin nótt eitt í það að ræða fundarstjórn forseta. Já. Nú auðvitað eðlilegt að þingmenn geti gert athugasemdir við fundarstjórn forseta, en þetta ber öll einkenni málþófs, alveg eins og umræðurnar 2019 þriðja orkupakkan voru augljóslega málþóf af hálfu Miðflokksins. Þá var talað í 150 klukkustundir. Ja. Og hins vegar á endanum fór sá pakki nú í gegn. Ja. Og mér þykir nú líklegt að bókun 35 fari líka í gegn, enda virðist vera fyrir henni mikill þingmeirihluti, þannig að það eina sem að hefst þá upp úr málþófinu að tefja framgang málsins og í rauninni koma í veg fyrir að önnur mál, mörg brýn mál, komist á dagskrá þingsins. Þannig að þetta málþóf, það hins vegar til dæmis varðandi veiðigjaldafrumvarpið, þá svona fljótt á litið sýnist mér að það sé ekki enn komið í verulegt málþóf. Ég sá að í Morgunblaðinu var verið að nefna að stjórnarmeirihlutin hefði fallist á að breyta einhverjum tæknilegum útfærslum í veiðigjaldafrumvarpinu eftir gagnrýni sem hafði komið frá stjórnarandstöðunni, og ég held að það hafi verið út af einhverjum útreikningum frá skattinum. Og ef að þetta rétt eftir haft, þá þetta hins vegar ánægjulegt dæmi málefnarlega stjórnarandstöðu, þar sem að í rauninni verið að benda á einhverja hnökra eða álitamál, og stjórnin
og stjórnarandstaðan ræða málið og það komist að sameiginlegri niðurstöðu og frumvarpinu breytt. Þetta mjög jákvætt og þetta eiginlega dæmi góða og málefnalega stjórnarandstöðu og það auðvitað rétt af því að ég hef nú verið að tala gegn málþófinu að undirstrika að lýðræðislegt hlutverk stjórnarandstöðunar auðvitað mjög mikið. Hins vegar held ég að málþófið sé ekki partur af því og það gagnist engum. Og í rauninni ég sá líka í dag að það var grein í morgun eftir Dag B. Eggertsson og ég hjó nú ekkert sérstaklega eftir því sem Dagur var sjálfur að segja en hann vitnar þar í Helga Bernódusson sem að áratugum saman var einn æðsti embættismaður Alþingis og 2019 flutti Helgi Bernódusson ræðu þar sem að hann gerði málþófið að umtalsefni og að þessi grandvari embættismaður kveði jafn fast að orði það hversu mikil meinsemd fyrir þingræðið í landinu málþófið sé eftirtektarvert. Ég þekkti að vísu þessi skrif Helga, ég hafði notað þau við eigin skrif eins og rætir hér daginn eins og ég ræti hér daginn og ég hef líka lesið álíka hluti frá Þorsteini Magnússyni þannig að þeir sem að telja að andóf gegn málþófi komi bara frá einhverjum öfgamönnum sem að sé á móti lýðræði og sé á móti því að stjórnarandstaðan geti veitt eðlilegt aðhald. Ég held að þeir ættu að lesa Þorstein Magnússon og Helga Bernódusson með áratuga reynslu úr þinginu og þeirra viðhorf á málþófinu sem að stór skaðlegt fyrir Alþingi, eyðileggur vinnubrögð og í rauninni óþekkt hér í nágrannalöndunum. Til að mynda á Norðurlöndunum þá mönnum bara fyrirfram ákveðið gjarnan, minnst að kosti í einhverjum þingunum, bara fyrirfram ákveðið hversu langan tíma hver flokkur hefur til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og þau náttúrulega höfð þannig að tíminn sé nægur til þess að flokkurinn komi öllum sínum helstu sjónarmiðum á framfæri. Það auðvitað mjög mikilvægt en menn þurfa enga 150 klukkutíma til þess að gera grein fyrir sjónarmiðum sínum í tilteknu máli eins og reyndin varðum 3. orkupakkan. Og síðan má reyndar bæta því við að mikilvægasta starfið á Alþingi, sennilega mikilvægasta löggjafarstarfið, það fer ekki fram í þingsalnum. Það fer fram í nefndunum. Þar umræðan málefnalegri, þar eru gerðar breytingar á frumvörpum, þá það í rauninni gert í nefndunum, þannig að leikritið sem að sett upp í þingsalnum það breytir í rauninni sára litlu eða engu þá niðurstöðu sem fæst á endanum þegar að þingið afgreiðir málin. Að vísu vil ég ekki gera lítið úr þingsalnum því það mjög mikilvægt að það sé opinber vettvangur þar sem flokkarnir geta svona gert grein fyrir sínum megin áherslum og geti komið á framfæri sínum sjónarmiðum. En það ekki þannig í þingsalnum að allar þessar umræður, það sannfæri nokkurn mann. Það að segja, ef að stjórn fellst á einhverjar tillögur stjórnarandstöðu, það ekki vegna þess að stjórnarandstöðingarnir hafi verið svona ofboðslega góðir og málefnilegir í einhverju umræðu í þingsalnum. Það vegna þess þá að menn hafa rætt málin í róliheitunum í þingnefnd og breytingar hafa verið gerðar þar. Það að góðri ástæðu sem að þau lýðræðisríki sem við horfum til hér í kringum okkur eru ekki með þetta sama kerfi að þínu mati. Þú sérð ekkert viti í þessu og þeir eru margir aðrir sem að í rauninni eru sömu skoðunar. Ég hef tekið eftir því að Þórunn Sveinbjarnardóttir þingforseti sjálf farin að í rauninni armæðulega farin að kvarta yfir þessu.
þegar verið að gera athugasemdir við fundarstjórn forseta að annar staðar liggi fyrir hve miklum tíma skuli varið í tiltekið mál. Já. En hér sé þetta bara eins og það og maður svona veltir í fyrir sér, telur einhverja líkur á að upp úr þessari lotu núna að við sjáum meiri pólitískan vilja til þess að breyta lögum? Ég held nú reyndar að það hljóti að vera sko. Við sjáum það sko að það náttúrulega eðlilegt að stjórnarandstaðan sko segja að það sé verið að takmarka hennar málfrelsi og þar fram eftir götum, það bara eins og menn tala. En ég geri mér að minnsta kosti vonir að menn muni núna í framhaldinu og í framhaldi af þessari almennu umræðu um þingsköpun og málþófið að menn taki sig saman og geri eitthvað til þess að breyta þessu. Ég nefndi hérna síðast að í rauninni eru ákvæði í þingsköpum þar sem að meirihlutinn getur stöðvað umræður mál ef að hérna málþófið gengur úr hófi. Einmitt. Það hefur hins vegar það hefur ekki verið notað síðan 1959. Nei. Og ég sé í umræðu að sumir hafa undanfarið þetta, kalla þetta kjarnorku ákvæði og virðast gera ráð fyrir að ef því yrði beitt þá myndi svona einhvers konar kjarnorku vetur fylgja í kjölfarið og auðvitað þetta ákvæði sem ekki í sjálfu sér heppilegt að beita en það heimild til að beita því. Og ég sé til dæmis ekki að það hefði nú verið mikil goðgá eða mikið gengið á rétt stjórnarandstöðunar þó að þessu ákvæði hefði verið beitt í málþófinu hérna þriðja orkupakkan 2019. En auðvitað miklu heppilegra að tala sér niður á samkomulag, breyta þingsköpunum eða ná samkomulagi milli þingflokkanna það að færa umræðuhefðina á Íslandi og sem sé í svipað horf og við höfum hér á hinum Norðurlöndunum. Það held ég að myndi bæta öll þingstörfin og vera Alþingi til meiri sóma heldur en það nú varla hægt að kalla þetta málþóf annað heldur en bara skrípaleik. Nei, þetta skrípaleikur. Þetta bara skrípaleikur og það sjá allir sem á annað borð nenna að horfa á Alþingisráðsins. Og þetta eitur í beinum sko duglegra Íslendinga. Við erum vön skilvirkni, vinnuframlagi, vinnusiðferðið okkar einhvern veginn þannig að ef eitthvað sko þá finnst okkur eins og að starfstími Alþingis sé of stuttur og þegar hann fer svona mikið dag eftir dag í þessa vitleysu þá eiginlega það gatið á milli þings og þjóðar það kannski það ekkert að fyllast upp í þessa daga. Þetta held ég að hjálpi ekki til þess að fylla upp í það og það nú reyndar þingi gæti auðvitað starfa lengur hins vegar þá ef að það næst ekkert samkomulag nú eru menn að svona í að því að kannski geti náðst eitthvað samkomulag þinglok en ef að það næst ekki þá það í rauninni bara þrennt sem ríkisstjórnin getur gert. Í fyrsta lagi gefist upp við það að koma sínum stóru frumvörpum í gegn og það augljóslega ekki góður kostur fyrir hana. Í öðru lagi getur hún bara haldið áfram að funda og leyft málþófin að ganga og verið þá fram í júní, ég veit ekki, og júlí, ég veit ekki hvort að það þarf að taka sumarfrí það eða hvernig það og síðan geta menn líka verið í ágúst. Það auðvitað ekki góður kostur en það skárri kostur heldur en að gera ekki neitt. Og í þriðja lagi hugsanlegt að beita þessu ákvæði að stöðva umræður þegar að mál eru augljóslega komin í hreint á ómálefnilegt málþóf því auðvitað verður að ef menn vilja beita þessu þá verður auðvitað að gera það sem sé af hófsemd
En þetta eru möguleikarnir sem að ríkisstjórnin hefur. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvort að eitthvað einhver sátt næst eða hvort að menn ætla að áfram bara að vera í svona hefðbundnum skotgröfum stjórnar og stjórnarandstöðu. Því að það er rétt að undirstrika að þetta málþóf er náttúrulega ekkert nýtt. Þetta er ósiður sem að hefur fylgt íslenska þinginu í áratugi. Og eins og þeir Helgi og Þorsteinn Magnússon hafa bent á að þetta er stórspillir störfum Alþingis og í rauninni þá vegna þess að þetta verður innantómt gaspur málþófið, þá spillir þetta líka fyrir því að það verði raunverulega málefnalegar, tiltölulega stuttar og snarpar umræður milli stjórnar og stjórnarandstöðu, þar sem að stjórnarandstaðan einbeitir sér að því að leggja áherslu á helstu gagnrýnispunkta sína, þannig að stjórnarliðarnir verði að svara á málefnalegan hátt í einhverjum alvöru umræðum. Í málþófinu gerist það hins vegar að stjórnarandstaðan bara talar og það dettur engum í hug að ætlast til þess að ráðherrar eða stjórnin taki til máls í og lengi þar með málþófið. Og það er kannski rétt, ég sá líka einhvers staðar að menn voru með dálítinn hugtakarugling varðandi hugsanlega beitingu þessa ákvæði sem að stöðva umræður. Það var einhver sem orðaði það þannig að það væri gengi gegn eðlilegum vinnubrögðum að framkvæmdavaldið gæti stoppað umræður í þinginu. Og það er auðvitað alveg rétt. En á beiting þessa ákvæðis fæli það auðvitað ekki formlega í sér að framkvæmdavaldið stoppaði umræður í þinginu. Eini aðilinn sem getur stoppað umræðu í þinginu þegar ef málþóf gengur úr hófi er meiri hluti þingsins. Og auðvitað eru náin tengsl milli framkvæmdavaldsins og meiri hluta þingsins, en formlega séð er það auðvitað þing meiri hlutin en ekki framkvæmdavaldið sem að ræður framgangi mála í þinginu. Já. Ég ætla að víkja talinu frá þessum hluta stjórnmálana yfir í könnun sem birtist í Viðskiptablaðinu í morgun. Gallup vann könnun fyrir Viðskiptablaðið og stærsta fréttin í því er að Framsókn þurrkast út. 4 menn sem þeir höfðu eru horfnir. Já, er þetta borgarstjórnin? Já, þetta er borgarstjórnin. Og Samfylkingin bætir við sig 2 mönnum. Sanna og sósíalistar, þeir halda, maður var svona kannski aðeins spenntur eftir að hún sagði á sér í rauninni pólitísku trúnaðarembættum, pólitísku trúnaði fyrir sósíalistaflokkinni í kjölfar illindana fyrir nokkrum vikum. En sem sagt meirihlutin heldur velli og þökk sé því að Samfylkingin er að rísa þarna eins og á fleiri vígstöðum. Það gengur mjög vel hjá Kristrúnu Frostadóttur og hennar fólki. En þessi fylgiskrísa Framsóknarflokksins, við erum náttúrulega með mikinn vanda Framsóknarflokksins inn á Alþingi líka, augljóslega. Og flokkurinn er ekki samstíga, þingmenn er ekki sammála, heyri maður glögglega. Hvort Sigurður Ingi hefði bara átt að stíga til hliðar og nú er má kannski segja að Einar Þorsteinsson traust til hans sé líka svolítið veikt samanber þessar kannanir. Hvernig sérðu fyrir þér að Framsóknarflokkurinn nái vopnum sínum, ef hann bara nær vopnum sínum? Ég var nú ekki búin að sjá þessa könnun í Viðskiptablaðinu, en þú segir að núverandi meirihluti haldi velli. Já. En hvernig kemur Sjálfstæðisflokkurinn út? Bætir við sig 2 frá kosningunum. Já, frá kosningunum. Það sem að hefur verið reyndar athyglisverðast ef við skoðum tilbaka
kannanir á fylgi til borgarstjórnarinnar á þessu kjörtímabili í rauninni það að meirihlutarnir sem hafa í rauninni staðið sér tiltölulega vel og við sáum tiltölulega litlar hreyfingar nema núna í allra síðustu könnunum þá hafði Sjálfstæðisflokkurinn verið að bæta ágætlega við sig. Þannig að ef að nýji meirihlutin, þetta var væntanlega fyrsta könnunin eftir að kvennameirihlutin, vinstri kvennameirihlutin tók við, ef að þær halda sem sé meirihluta í þessari könnun, þá eru það að auðvitað nokkur tíðindi. Varðandi Framsóknarflokkinn, þá hann augljóslega í krísu og það þarf að vísa að hafa í huga að kosningasigur hans í borgarstjórninni, í síðustu borgarstjórnarkosningum, var óvenju glæsilegur, þeir fengu 4 fulltrúa, en á undanförnum árum hafa þeir venjulega verið með engan eða einn. Þannig að það að þeir detti niður í engan eða einn í Reykjavík í sjálfu sér ekkert nýtt. Í landsstjórninni þá vann Framsóknarflokkurinn líka mjög glæsilegan sigur 2021 og fekk 17-18% sem var miklu meira heldur en hann hafði verið að mælast árin þar á undan. Núna í síðustu Gallup-mælingu var hann á landsvísu að mælast með 5,5% eitthvað svoleiðis. Þannig að flokkurinn greinilega í krísu og það verður, og þau viðurkenna það auðvitað sjálf, en það verður hérna mjög fróðlegt bæði að fylgjast með því hvernig þau reyna að snúa vörn í sókn og hvort það tekst eitthvað á næstu mánuðum. Heldur að Sigurður Inga sé sætt í rauninni eins og þessar mælingar að koma út núna? Já, ég held að í augnablikinu minnstu hvort það sé honum sætt, en hins vegar það náttúrulega þannig að þegar að flokki gengur illa og sérstaklega ef að það heldur áfram í einhver tölverðan tíma, að þá fer mjög ofta hitna undir formanninum. Já. Það engin merki að hann verði settur af núna á næstunni, en þegar að kemur að næsta flokksþingi þá veit maður ekki hvað gerist. Það náttúrulega menn munu skoða þróunina fram að því og síðan náttúrulega líka spurning hvað Sigurður Ingi sjálfur gerir, hvort að hann telur að kannski að ef þetta skánar ekki mikið á næstunni að það sé kannski komið nóg fyrir hann. En hann hefur náttúrulega verið öflugur forystumaður Sigurður Ingi og þolað ýmsa stórsjói og haft sig upp úr þeim. Sko, það eiginlega flestir sammála það að Kristrún Frostadóttir sé glæsilegur og trúverðugur forsætisráðherra. Við höfum séð mjög góða útkomu Samfylkingarinnar og margir með það sem svo að það sé mesta furða hvernig þetta ríkisstjórnarsamstarf hefur gengið, hve vel það hefur gengið miðað við óreynda flokka sem kannski vantar tengingar inn í ráðuneytum og embættum sem að valdaflokkarnir hafa frekar notið. Það forvitnilegt að svona velta því fyrir sér, en sko ekki alveg augljóst að ein ástæða hveitibrauðsdaga stjórnarflokkana hver stjórnarandstaðan ósamstillt og á í rauninni bágt. Við vorum hér að ræða málþóf Miðflokksins sem að okkur finnst ekki þeim til sóma. Við erum með Framsóknarflokkinn sem niður í nánast engu fylgi og þar augljóslega einhver kurr undir niðri. Við sjáum greinar fyrrum forystumanna Framsóknarflokksins í blöðum eins og voru Guðna Ágústsson og fleirum, þannig að það einhver hreyfing þar. Þetta ekki mjög samstæður flokkur og það talað að Sjálfstæðisflokkurinn sé margklofinn og það talað að Guðrún Hafsteinsdóttir sé rebound formaður. Það orðalag sem að ég heyri innan úr Sjálfstæðisflokknum sjálfum og ég ætla bara að ganga svo langt að segja að ég hef þetta orðalag beint frá einum þingmanni Sjálfstæðisflokksins en ég ætla ekki að ég bundi trúnaði með nafn þessa þingmanns. En sko, þetta ekki bara svona? Stjórnarflokkunum gengur ágætlega en stjórnarandstöðuflokkunum gengur hins vegar það illa
að ríkisstjórn Kristrún Frostadóttir hún nýtur þess í hugum almennings þegar spurt hvernig viltu kjósa? Já, það nú kannski erfitt að vita nákvæmlega hvers vegna stjórninni gengur vel í konunum og hvers vegna stjórninni gengur illa í konunum. Þannig að það sem í rauninni höfum varðandi gengi stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar eru þær mælingar sem við höfum í skoðanakönnunum. Og það kannski ágætt að reyna að draga það aðeins saman. Stjórnarandstöðuflokkarnir, bæði Framsóknarflokkurinn og Miðflokkurinn hafa tapað fylgi í könnunum frá kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur frá kosningum verið að bæta við sig svona 2% undir nýrri forystu Guðrúnar Hafsteinsdóttur. Það náttúrulega bara komið ljós þessa dagana hvernig Guðrúnu mun ganga sem formaður og hvort að hún nær því eitthvað að sameina ólíka öfl innan flokksins. Menn spá mér sérlega fyrir það en hún öflugur stjórnmálamaður og engin ástæða til að afskrifa hana á þessu punkti. En í rauninni hreyfingarnar sem við sjáum innan stjórnarandstöðunar þá bara það að það bil 2% kjósenda hafa fært sig frá Miðflokknum yfir á Sjálfstæðisflokkinn. Samanlagt eru þessi 3 stjórnarflokkar sem eru inn á þinginu í síðustu könnuninni í maí voru þeir með 37%. Þeir eru með ríflega þriðjung atkvæðana. Svona svipaður voru með eða minna heldur en í kosningunum. Stjórnarflokkarnir samanlagt eftir 5 eða 6 mánaða stjórn eru að mælast með 53% samanlagt fylgi flokkanna. Þar hefur Samfylkingin bætt við sig, Viðreisn verið á svipuðum slóðum, en flokkur fólksins mist svona helmingin af fylginu. Og það kann með flokk fólksins, það kann að stafa að því að þeir hafa lent í ýmsum svona vandræðamálum með Ásthildur Lóa þurfti að segja af sér og það eru fleiri mál sem að voru svona óþægileg fyrir flokk fólksins. Það hefur hins vegar ekki haft nein áhrif virðist vera á fylgi stjórnarflokkanna í heild vegna þess að líklega hefur mestur parturinn af þeim kjósendum sem að hafa farið frá flokki fólksins að þeir hafa bara farið yfir á Samfylkinguna. Og það líka rétt að hafa alltaf í huga með flokk fólksins að alveg frá því að fyrst var byrjað að mæla hann 2016-17 og þetta höfum við fjallað á fræðilegan hátt í bókinni Lokmálla í Ólgusjó sem kom núna út fyrir síðustu áramót þar sem við fjöllum skoðanakannanir að það hefur verið algjör regla síðasta áratuginn að flokkur fólksins hann hefur mælst mun lægri í skoðanakönnunum milli kosninga heldur en hann hefur síðan fengið upp úr kössunum í kosningum og við vitum ekki alveg af hverju þetta gerist en partur af því að fylgi flokks fólksins helmingast í könnunum mjög líklega út af þessari kerfislægu skekkju. Við vitum ekki nákvæmlega hversu stór en í heildina náttúrulega bara þetta auðvitað mjög góð niðurstaða fyrir stjórnina. Nú annar mælikvarði á gengi stjórnar spurningin sem Gallup alltaf með mánaðarlega hvort að menn séu stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar eða andstæðingar. Og ríkisstjórnin byrjaði í janúar með 69% stuðning. Það auðvitað mjög hátt en flestar ríkisstjórnir eftir hrun hafa byrjað með svipaðar tölur. Núna í maí, 5. mánuðinum, þá er þessi tala komin úr 69% í 67%. Það í rauninni sára lítið og það minna, flestar aðrar stjórnir, ekki allar, en flestar stjórnir eftir hrun hafa verið fljótari að lækka á þessum mælikvarða heldur en núverandi stjórn.
Þannig að þessar tölur, það að segja bæði samanlegt fylgi ríkisstjórnarflokkana og stuðning landsmanna við ríkisstjórnina, þær eru hingað til mjög jákvæðar fyrir ríkisstjórnina og að samaskapi ekki góðar fyrir stjórnarandstöðuna. Síðan geta menn velt fyrir sér af hverju þetta er til dæmis stjórnarandstaðan ekki að skora meira, stjórnarandstaðan í þinginu, vegna þess að mörgum líkar ekki málflutningur hennar, kannski málflutningur hennar þannig að hann beinist fyrst og fremst í þann hóp sem að studdi flokkana fyrir, en ekki þann hóp sem að Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur þurfa að bæta við sig ef þeir ætla að stækka. Þetta er svona miklu meira spekulatíft og við vitum það í rauninni ekkert nákvæmlega um þetta en í sporum stjórnarandstöðuflokkana þá myndi ég velta þessu vandlega fyrir mér. Já. Það er enda líka rétt að bæta við með þetta góða gengi ríkisstjórnarinnar að í alla ríkisstjórnar frá hrunið, eins og ég sagði, þær hafa byrjað með svona mjög gott fylgi. Það hefur eins og fjarað mjög hratt undan því og eftir ekkert mjög langan tíma hefur innan við helmingur kjósenda sagst vera stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar og á tiltölulega fljótlega hefur samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkanna farið undir 50%. Og allar þessar stjórnir hafa síðan tapað kosningum nema fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem að vann kosningarnar 2021 en það eins og við höfum sýnt fram á í þessari bók Lognmolla í Ólgusjó að það stafaði nokkuð örugglega fyrst og fremst af því að landsmenn voru gríðarlega ánægðir með viðbrögð þeirra ríkisstjórnar við COVID-faraldrinum. Þannig að ef við miðum við reynsluna, þá ætti fylgi ríkisstjórnarinnar á næstu mánuðum að fara niður fyrir 50%. Samanlagt fylgi ríkisstjórnarflokkana ætti líka að falla og fara niður í kannski 45-40%. Þannig að ef það gerist ekki, þá væri það stórtíðindi því það væri annað mynstur heldur við höfum séð og það er auðvitað ekkert útilokað að við fáum nýtt mynstur en reynslan sýnir okkur nú að það er miklu algengara að gömlu mynstrin haldi sér frekar heldur en að nýtt mynstur myndist. En þá aldrei að segja aldrei en þetta verður allavega mjög forvitnilegt að fylgjast með þessu á næstu mánuðum. Já, sumir segja að Kristrún Frostadóttir nálgist vald með meiri auðmýkt heldur en formenn valdaflokkana á umliðnum árum. Það var enda Guðni sem að stakka upp á því í fyrra á 7. júní að það geti kannski verið góð hugmynd að framvegis á þjóðhátíðardegi þá er það forseti sem flytti ræðuna á Austurvelli en ekki forsætisráðherra en hún færði mjög góð rök fyrir því hún Kristrún af hverju henni finnst þetta góð hugmynd og hún afsala sér þessu tækifæri að ræða við eigin þjóð og flytur það til Höllu. Maður heyriði það bara í gær að þetta var svona eitt af því sem að ég tók nú virkan þátt í þjóðhátíðargleðinni og þetta var eitt af því sem að fólk á götuhornum sem var hitti, bara vinur og kunningjar voru ræða, maður fólki fannst þetta gott. Já, var það, já. Þannig að kannski er það einhverju svona, kannski er þetta spurning hvernig til dæmis forsætisráðherra kemur fram hvernig og auðmýkt gagnvart valdi kannski snýr það þessu ferli sem þú ert að tala en nú er ég bara að tala spekulatíft frá eigin brjósti en ef við þetta er reyndar athyglisvert að hún skuli færa þetta yfir til forsetans. Já, mér finnst það eiginlega það sem að vekur mesta furðu gamanlega stjórnmálafræðings er að nokkur stjórnmálamaður skuli afsala sér tækifæri til að fá að ávarpa þjóð sína. Kristrún hefur reyndar nóg tækifæri til þess og ég er ekki viss að þetta skipti neinu máli hvort að það er forsetin eða forsætisráðherrann sem talar þarna á Austurvelli en rökin voru þau að það væri eðlilegt að þetta ætti að vera sameiningardagur þjóðarinnar og forsetin væri meira sameiningartákn heldur en forsætisráðherrann
og þess vegna væri ekki óeðlilegt að halla tala því og ég hef nú engar mælingar á því hvernig þetta hefur mælist fyrir en það kann vel að vera að mörgum líki þetta vel, finnst þetta vera vel til fundið hjá Kristrúnu en hún hefur náttúrulega hún var nú líka í þætti hjá Eggert Skúlasyni í dagmálum Morgunblaðsins bara í gær held ég og ég horfði á það og maður sér náttúrulega að hún óvenjulega góð í því að koma sínum málflutningi eða sínum sjónarmiðum á framfæri með svona glöggum hætti og á mannamáli. Á mannamáli, þannig að hún sko, þó það sé náttúrulega alltaf matsatriði sko, hún með allra flinkustu pólitíkursum sem að ég hef séð á mínum, á þeim tíma sem ég hef fylgst með íslenskum stjórnmálum. Já, ég tek undir það. Í því samhengi langar mig Ólafur aðeins að ræða við þig þá gagnrýni sem að kannski þú hefur mátt þola frá til dæmis Mogganum og Viðskiptablaðinu að maður spyr sig hvort það sé tilviljun að það eru fjölmiðlar og sumir blaðamenn, þeir eru svona svolítið að rakka þig niður og telja að þú sért bara einhver snati eða kolpur hjá Kristrúnu eða Samfylkingunni síðast í Viðskiptablaðinu í dag þá einhver svona pilla þig, ég netti nú ekki að lesa hana, þetta einhver þráhyggja finnst mér en sko skildi það vera tilviljun hve mikið hamast í þér eða ætlið að hangi saman við það hvaða flokkar stjórna núna landinu eins og við nefndum áðan þá eru það ekki þessir hefðbundu valdaflokkar heldur þetta eru nýir flokkar hvað viltu sjálfur segja okkur þær pælingar? Já, sem minnst eiginlega það er ég hef nú oft verið skammaður áður Er það ekki óvinnu mikið skammaður? Og skammaður úr öllum áttum þannig að það kemur svo sem ekki óvart varðandi þessa síðustu gagnrýni þá það sem ég hef séð af því hefur nú að menn hafa aðalega verið að skamma mig út af því að ég hafi tekið harkalega til máls málþófið og vakið athygli á því að það sé hægt að stöðva málþóf. Það hefur verið lagt þannig út að ég vilji bara banna alla umræður ríkisstjórnarinnar á þinginu sem auðvitað fjarri sanni, auðvitað verður stjórnarandstaðan að hafa góð tækifæri og þá reyndar hægt að gera ýmsa aðra hluti til að styrkja stöðu stjórnarandstöðunar. Því að ég held reyndar að staða stjórnarandstöðunar styrkist alls ekki með því að beita málþófinu. Það virkar held ég bara öfugt. En síðan hafa þessir moggamenn einhverjir og Viðskiptablaðið sagði nú á dögunum að ég væri í innsta hring Kristrúnar Þorvaldsdóttur með nafna mínum og fyrrum kennara og samkennara Ólafur Ragnar Grímssyni. Ég sá nú ástæðu til að leiðrétta það því að því fer fjarri lagi og ég að vísu rétt málkunnugur inn í Kristrúnu en ég nú ekki daglegur gestur og tala mjög sjaldan við hana og ég hef ekki veitt henni nein ráð og ég hef ekki veitt neinum flokki nein ráð frekar heldur en ég hef eins og að talað í gegnum tíðina á fundum allra eða flestra stjórnmálaflokkana og stundum sagt þeim svo sem hvað ég teldi hyggilegast að þeir gerðu. Ég sjálfur óflokksbundinn, búinn að vera það í áratugi og Kýstu mismunandi flokka? Já, ég hef kosið mismunandi flokka en það kemur í rauninni engum við og það skiptir engum máli en þetta svona plagsiður í íslenskri umræðu að sko fara í mannin en ekki boltan og það skilurðu ef að þú átt erfitt með að svara efnislegum rökum að þá fara menn bara í það að setja merki við það.
þessi íhaldsmaður, þessi kommunisti, þessi krati. Ja, þeir eru náttúrulega að reyna að taka trúverðuleikaðinn niður. Að sjálfsögður þeir að reyna það og við því ekkert að gera. Það ekkert að gera. Ég hef nú verið að sinna það sem ég kýs nú í ellinni að kalla alþýðufræðslu í nokkra áratugi. Með því að koma í viðtal eins og þetta? Með því að koma í viðtal eins og þetta og með því að vera í fjölmiðlum fyrir utan beinstörf að vísindum sem hefur náttúrulega verið mitt aðalstarf en ég hef verið frekar duglegur við að koma og að reyna að tala svona á mannamáli pólitíkina og ég hef reynt að vera óhlutdrægur og eins og ég hef nú oft sagt það nú svo komið fyrir mér að ég held ekki með nokkrum stjórnmálaflokki þykir vænt þá alla. Já. Það eina sem kemur mér úr jafnvægi eru töp og sigrar Fimleikafélags Hafnarfjarðar. Það það eina sem ég æsi mig yfir. En sko þegar menn voru til að mynda sá ég það að vegna ummæla minna málþófið og það að ríkisstjórninni hefði gengið vel að þá var ég ásakaður það að vera stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar. Já. Sú ályktun var væntanlega dregin af því að ég hafði sagt að stjórninni gengi vel. Já. Ég var auðvitað bara að vísa í skoðanakannir og ég veit ekki hvað ég hefði átt að segja til þess að þeir yrðu ánægðir og teldu það óhlutdræga frásögn. Sú frásögn hefði kannski getað orðið stjórnarflæði allt í upplaust hjá stjórnarflokkunum, allt í tómum rifrildi og vitleysu og furðulegt að þeir skuli halda þessu fylgi. En stjórnarandstaðan algjörlega brillera og það algjörlega ótrúlegt að hún skuli bara fara niður en ekki upp. Svona nú lífið skrítið. Ég meina, verið að biðja svona bull? Nei, það enginn að biðja það. Það enginn eftirspurn eftir að hlusta. Ég tek ekki þátt í neinu skæklatógi, sko, ég heyri nú það mjög margir sem að hafa í gegnum árin þakkað mér fyrir mínar skýringar. Já. Og ég gerði þetta enga athugasemd við það þó menn séu ósammála skýringum mínum. Nei. Það bara fullkomlega eðlilegt. Já. En að væna mig óheilindi, það að segja Ólafur að segja þetta af því hann heldur með einhverjum. Það veit ég að rangt, það veit ég að eru ósannindi og það bara, ég líti á það bara sem skítkast. Ég greini mál bara eins og mér finnst eðlilegast og heiðarlegast. Þær greiningar kunna auðvitað ofta vera rangar og við því ekkert að segja og ég fagna því bara ef menn gagnrýna það málefnilega. Þegar ég segi til dæmis að málþóf sé mikil meinsemd í íslenska þinginu og fyrir íslensk lýðræði, þá fagna ég því ef að menn koma með málefnaleg rök gegn því og útskýra af hverju málþófið eins og það núna sé mikil blessun fyrir íslensk lýðræði og af hverju það sé óhjákvæmilegt eina vopn stjórnarandstöðunnar. Þetta eru hlutir sem við getum rætt, en skítkast og merkimiðar sem eru reyndar mjög algengir í íslensku stjórnmála umræðu líka, að þeir skila á endanum ekki neinu. Og ég ekkert viðkvæmur fyrir því að það rökkvi á mig einhver skítur allra síst núna í ellinni. Ég sá að einn vinur minn á Viðskiptablaðinu sem að ég held nú reyndar að sé gamall nemandi minn var eitthvað að hnýta í mig. Hann orðaði það svo fallega að nú væri þessi aldni fræða þulur komin á þennan vondastað. Já, en það gott þú tekur þessu svona og ég get nú alveg tekið undir það, Óli minn, að þegar ég vann á Fréttablaðinu og vann í pólitískum fréttum, þá fannst mér bara alveg einstakt hvað þú tókst vel í erindi okkar blaðamanna á ritstjórn Fréttablaðsins. Og
og ég held að ég hef aldrei lent í því að það var messufall. Alltaf þegar við náðum í þig þá varstu til í að segja eitthvað og það er náttúrulega draumur gangverks, lýðræðis og fjölmiðla að álitsgjafar og sérfræðingar séu til í að gefa fórna klukkutíma eða lengri tíma til þess að ræða við almenningi gegnum fjölmiðla og ég hef nú ekki fundið í neinum ákveðnum flokki svo það sé sagt líka. En það er nú, ég hef nú betri tíma núna seinni árin, sérstaklega eftir að ég komur í pensjón. Já. Því að ég gerði það mjög oft hér áður fyrir að neita viðtölum af því að þó að mér þetta sé örstutt viðtal þá býr maður sér venjulega undir og það getur tekið einhverja klukkutíma og áður var ég í mjög tímafrekum störfum, sérstaklega þessi ár sem ég var í 12 ár sem ég var forseti félagsvísindadeildar og forseti félagsvísindasviðs og þá hafði maður bara ekki tíma til þess að sinna þessu öllu en þegar maður er komið í pensjón og er bara að hugsa og skrifa og er í bílskúrnum með pípuna að njóta lífsins að þá náttúrulega er bara gaman að skjótast í viðtali eða svara blaðamönnum og taka sér svolítinn tíma í það. Eins og ég segi, ég kalla það alþýðufræðslu. Alþýðufræðsla, mér finnst það bara mjög gott. En Ólafur, ég held við komumst ekki yfir lengra, ég ætlaði nú aðeins að ræða við fleiri máli en við skulum bara segja við höfum þá frekar rætt betur þau mál sem að þurfti að ræða og ítarlegar. En það er örugglega ekkert langt þangað til ég mun. Já, ég vildi kannski bæta það við klárum aðeins, ég var búinn að skoða aðeins trausti til Alþingis. Já, einmitt. Og svona stutt þá var trausti til Alþingis hér á árunum 95 til fram að hruni að það var að mælast yfirleitt milli 30 og 45%. Síðan gerist það eftir hrunið að það hrynur. Það fer úr 42% 2008 í 13% 2009 og niður í 10% 2012. Síðan hefur það verið að rokka hægt upp, það er erfitt að byggja upp traust en núna síðasta mælingin í maí var með traust, þá var traustið komið upp í 34%. Það er nefnilega. Og hækkaði verulega, það hafði farið upp í 38% í COVID-22, dotti síðan niður í rúm 30%, það var nú út af Íslandsbankamálinu eða óvinsældur ríkisstjórnarinnar. En núna eftir áramótin þá var það komið aftur í 34% og það er í rauninni mjög ánægjuleg þróun og af því að þar er nú með svona nálgast að vera á þeim stað sem að ég held að við viljum vera á varðandi traust til þjóðþingsins að vera á svona svipuðum nótum og hin Norðurlöndin ekki á svipuðum nótum og til dæmis Miðjarðarhafslöndin. Þannig að það er svona ljós í myrkrinu. Það er ljós í myrkrinu. Þetta eru góða fréttir fyrir þá sem er að fara í sumarfrí. Og reyndar nú ég á ekki verið að tala myrkur vegna þess að í rauninni þrátt fyrir að við séum að gagnrýna ýmsa hluti og það sé bara heilbrigt að þá lifum við náttúrulega í einhverju besta samfélagi veraldarinnar. Já. Og það er engin, mér hafa nú verið að rifja það upp núna 17. júní en það er bara þannig að það er í fáum löndum betra að búa heldur en hér og maður sér þetta náttúrulega enn betur þegar að við fáum, þegar að það geysir óáran í veröldinni til dæmis það er þeir skelfilegu hlutir sem er að gerast núna hjá vinum okkar í Bandaríkjunum. Þar sem að lýðræðinu er beinlínis ógnað. Akkurat. Ég fann líka fyrir þessu þakklæti í eigin brjósti hvað í rauninni margt gengur vel hjá okkur í gær á þjóðhátíðardeginum. Þá verður maður stundum svolítið meir og maður svona hefur sig upp úr þessu dægur og argaþrasi. En ég komst einmitt að sömu niðurstöðu. Það er ótrúlega gott að vera Íslendingur á Íslandi þegar allt kemur til alls. Þakka þér fyrir, Ólafur Þ. Harðarson og ég vona að þú stundir frekar í alþýðufræðslu hjá okkur hér bara innan skamms. Þakka þér fyrir. Það skyldi þó aldrei vera. Nú kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með rauðaborðið eftir andartak, ekki fara langt. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.